Það skal ég fatta bara núna í miðju lagi. Ég er a crazy bastard. Mamma og pabbi eru skilin, þau eru ekki gift, það er að vera bastardur. Og ég er snaruglaður. Þú ert vangi. Ekki? Þú ert ekki a bastard. Nei, mjög langt frá því. Ekkert mjög langt frá því, við erum alltaf að rífast. Klukkan orðin 4 þennan þriðju daginn. Það er 17. september og FM 95 blöður hafið göngu sína. Þennan drottin stýrðardaginn. Já, það er kalt í veðri en okkur er hlýtt í hjarta. Já, það er nú fyrir öllu þegar maður situr fyrir framann mikrofón. Það er að vera hlýtt í hjartanu. Það er alveg stemning í okkur. Já. Og það er enda sko, ég var að vakna í nótt út á roki. Ég veist að fara og ég gleymdi einum glugga inn á baði. Ógeðslega óþægilegt, svo heyrði ég bara, ég vaknaði það, bara allt bilað. Kvín í öllu. Já, hann ég þurfti að fara og loka á honum, það var klukkan 22 mínútur yfir 3 í nótt. Já. Og ég átti pínu erfitt með að sofna aftur, en það hafðist fyrir rest. Ég átti líka mjög erfiða nótt. Nú? Já. Hvað var að gerast? Arnaldur sonur minn, yngsta kvikindið. Já. Hann vaknaði. Stubburinn? Já. Og yfirleitt nægir manni bara að snúa honum á hliðina og klappa honum á bakið og syngja dveljiði draumahöll. Það dugði ekki. Hann var komin upp í og var vakandi og sneri sér bara í rúminu og var með tætnar í andlitinu á mér og ég fór með hann beint upp í rúm, það er harður. Þá trilltist hann og ég vart að ná í hann aftur eins og fáiði. Klúðraði því. Já, gafstu upp. Gafstu upp, sko, sem er slæmt sem foreldri. Já. Þá veit hann þetta í nótt, sko. Ég grenja bara, pabbi kemur og næri mig. Já. Skilur? Þú vilt það ekki uppeldiðinu? Nei. En veit þetta er þriðja barn. Þú gefur ekki eftir? Nei, en með þriðja barn þá er manni fokk sama, sko. Já, ok. Ég þekki þetta ekki. En það var líka svona, það kvein í öllum að... Já, en það var líka bara þegar ég lappaði út í bíl í morgun á Horbjóður. Það er komið úlpöður, það er bara komið haust. Já, ég finn það bara. Ég er svona bólagæi. Já. Ég er alltaf í ból. Maður getur ekki verið í ból núna. Nú er ég í peysu og vesti. Já, það er fínt, maður. Passa sig að vera ekki kalt. Ég er alltaf hálf kvefaður þannig. Þegar Fjölni Tattoo er komin í ermasíðabóli, þá er komið vetur. Þá er komið haust. Allavega haust, sko. Já, en við erum með Fanta fína þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Já, hann smekksneis hann. Koma góði gestir og fullt af góðum atriðum. Við fáum Ungfrú Ísland í heimsókn á eftir. Jepsi Pepsi, ég hlakka til. Og hún heitir Tanja Ír, maður rétt. Og ég var krýnd Ungfrú Ísland helgina. Já. Fórstu? Fór ég á kettina? Já. Nei, ég bara... hafði ekkert þangað að gera þetta árið. Nú, hvað ekki fallega skvísur og... Já. Kellin á lausu og... Maður þarf að fara... Er þetta ekki bara eins og að vera dómari og... Er þetta ekki svona bachelor fyrir... Ég sá nú samt þetta á vísi.is að Kolbarinn var að það. Áskei Kolbarinn. Já, kissa gerstana sína. Hann er flottur alltaf. Já, hún er að leiðin til okkar, hún er Ungfrú Ísland og svo erum við með, vinn okkar sem að hatar að láta hringi sig. Hann auglisti bíl fyrir 7 árum síðan. Auglisti bíl fyrir 7 árum og við erum búin að hringja núna hverjum þriðjudegi út af bílnum. Já, 2 og hann er búin að skella okkur í bæði skiptunum. Þetta fer virkilega í töðunum. Já. Við ætlum að sjá hvort hann svar ekki enn eina ferðina. Já, við höfum að halda að hringja hann endalaust. Bara þar til hann bara byrjast. Já, einmitt, þar til hann drepur sig. Nei, þar til hann drepur okkur alltaf, ég segja. Já, eða drefst úr elli. Svo er Guðjón Þórðarsson, fyrirhandi landsliðsþjálfari. Hann ætlar að kíkja þetta til okkar í smá spjall á eftir líka. Já. Það er annar góður gestur. Við ætlum að jafnvel að heyra í múttu varðandi, að byrja með útlendingum. Við vorum að fá hérna inn á borð til okkar við sveppi könnun sem sýnir að Íslendingum, að fólki sé illa við að giftast fólki sem er frá öðru landi. Við erum nánar í það á eftir. Og svo náttúrulega má ekki gleyma tónlistinni. Hún spila stóran sess hérna hjá okkur strákurum. Og Halla vinkon okkar. Halla, já, við ætlum að hringja hérna líka. Þannig að það er nóg að vera kæru hlustendur, ekki skiptum stöð, ekki voða ykkur. Ekki láta ykkur dreyma það. Fyrir utan það, svo er bara flipp og hýblaskapurinn inn á milli þetta. Maður fer bara að hlægjum leið og segir eitthvað. Þú þekkir þetta? Ég veit það, hvað er þetta? Þetta er Klanka Russell. Sun Don't Shine. Botna þetta. Þetta er Klanka Russell með Sun Don't Shine. Já, það er ekki að spyrja hann um Klanka. Það maður ekki að hendi eitthvað annað nafn eða maður. Ég myndi alltaf... Þetta er ekki voðalega þægilegt. Alveg saman hvað ég héti, ég myndi alltaf skella svisnafninu Jimmy Frisco. Jimmy Frisco?
Það er ágætis nafn, það er strax skar að segja þetta var Sun Don't Shine með Jimmy Frisco í stæðan fyrir að segja þetta var Sun Don't Shine með Klanka Russell. Svo er náttúrulega sem bara, þetta er bara ég heiti þetta og ef ég er góður þá bara mann fólk nafni mitt. Já, ég myndi ekki hika við að hendi eitthvað að segja þessu nafn. Zach Galifianakis, þú veist hvað það er? Já, snillingur. Algjör snillingur sem var í Hangover og Between Two Ferns og allt þetta. Já, feitigaði með skeggi. Já. Hann er ekkert að breyta nafn. Zach Galifianakis, mjög erfitt að segja þetta. Ekki þægilegt nafn fyrir leikara svo sem. Nei. En svona er þetta. Svona er nú hnífurinn stungin í kunni. Það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 blöð. Já. Og ég er með ágæti slúður. Ekkert krassandi svo sem. Ekki dæma. En ágætt. Leyfðu fólki að dæma, sko. Ekki skjóta þig, sko, strax. Það er samt bannað að dæma. Fyrirfram, já. Já, bannað að dæma. Já. Hérna, ég ætla að byrja á Britney Spears. Hún er nú alltaf verið vinkona okkar, Sveppi. Nei, ekki. Woman. Já, ég var gríðalega skotin í henni þegar ég var 20. Kallaði hana Britney Blöndal á sínum tíma. Já. Og þegar hún var með, sko, sorglegt að segja fræðið, þá var uppáhaldslægið mitt hérna, I was born to make you happy. Það er svona eins og það hefur verið saman til mín. Herri, ég ætla ekki að vera opnað meira með þetta. Ég ætla bara að segja, ég veit ekki hvað ég er að segja. Dýrkaður Britney Spears? Já. Áður ég byrjaði hjá ykkur í 70 mínútum. Þá var ég mikill Britney Spears aðdáandi. Já, en það er nefnilega... Ég var það ruglaður, sko, alltaf þegar hún kom á Pop TV, myndböndin hennar, Reifstu buxurnar þá? Nei, þetta er eitthvað geðveik, ég var ekkert að hættu þessu. Nei, ok. Akkur það er alltaf að fara út í eitthvað svona? Ég held þú verið að fara á hanga. Já, bara það ég hef bara hent mér úr buxunum og byrjaði að kippa í hana því að Britney Spears var á Pop TV, verði ekki að þessu bulli, þú vissir alveg ég var ekkert að því. Já, ég bjó hjá móður minni. Þú er svona til að byrja með. En þá var það þannig, ef ég sá hana hérna svona ölluganisleiti, hún var á Pop TV eða MTV, þá var ég alveg frosinn yfir því. Var rosalega skotin inn. Já, ég var ekkert að kaupa plakkut, skilurðu. Ég var ekki ruglaður. Nei, það varst ekki áskrifandi á Bravo. Nei, það er bara, það er eitthvað nýðingslegt við það. Ég var bara, fílaði hana og var mjög skotin í henni. Já, og innst inni hélstu í alvörni að þú ætti möguleika ef þú myndi hitta hana. Nei. Innst inni. Nei. Svona ef hún myndi koma til Íslands. Það held ég aldrei. Innst. Af hverju ætti Britney Spears sem var þá frægasta söngkona heims að velja að byrja með einhverjum þunnherðum dreng sem bjóð hjá móður sinni í Frostaföldinu? Þú ert ekki þunnherðu þá? Reyndar, ég vissi ekki að því þá. Það er rétt, en... Hvað er að frétta henni? Hún er að skrifa undir samning og ætlar að vera næstu 2 árin í Vegas. Hún er að fara að taka Celine Dion á þetta. Celine Dion og... sem sagt að halda tónleika annarkvæð dag í Vegas núna í 2 ár og það eru víst rosalega peningar í þessu en það hafa flesti gert þetta, Celine Dion, Presley náttúrulega á sínum tíma, Elton John hefur með sýningu og þetta er víst svona, ef þú ert í einhverju vesin á ferlinu, segja þér, ég fór að lesa eins þetta, að þá fara menn alltaf í þetta, svona til að tryggja tekjuna, margir sem eru að koma úr meðferð og eitthvað að taka breyta því að treysta sér ekki á tónleikaferðalag. Að fara bara í MGM Grand. Já, og eru bara öryggið þar, það er alltaf uppselt því að fólk sem er í Vegas bara, já, er þetta Britney Spears? Já, kíkjum á þetta. Já. Við vorum nú eins og í Vegas og voru næstu í farnir að Celine Dion, bara því að það var hægt, skiljum við. Já, ekkert að því að maður dyrkar hana. Nei, þannig að þetta er svona öruggu peningu fyrir Britney og... Og er hún þá bara að taka sín lög og svona? Nei, hún ætlar að taka lög eftir, Whitney Houston. Hún að taka bara sín lög. Já, þannig að hún er bara að fara að syngja Oops, I Did It Again og... Það eru lögin hennar, já. Já, bara svona tónleikar, fattur. Já, ég bara... Ég skilji, sorry, ég ætlaði ekki að vera svona uppstökur. Svo er það... Stuttur, ég þarf. Hann er ekkert stöður. Svo er það hérna Elton John. Já. Hann hefur miklar áhyggjur af Miley Cyrus þessa dagana. Já. Og var að opna sig í viðtali og hann hefur nú hjálpað nokkrum í gegnum tíðina, hann Elton. Já. Hjálpaði Eminem að komast yfir lyfjafíkt sína. Já. Og er Eminem í endalusari þakkarskuld við hann, hefur ofta rætt það meðal annars í 60 mínútum. Og nú er Elton John að tala að Miley Cyrus gæti bara farið yfirum á næstu dögum. En eins og hann segir hér, það sem er svo hættulegt við þetta er að hún er ung og plötur hennar seljast í bílförum, þannig að það er öllum drullu sama. Ég held að það sé svolítið til í þessu. Þegar það gengur svona vel hjá þér eins og henni núna, hún er svona eiginlega svo heitast það bara, þá er allir bara herðu leifum henni bara að vera, kjánaprygg. Já, því að þetta selur. Það er enginn eitthvað að segja henni, herðu Miley, hættu nú, haga henni svo manneskja. Að því að þetta er að virka í hann, skilur. Það sem er skemmtilegt við Elton John er að hann upprunalega heitir Reginald Kenneth Dwight. Vissir það? Nei. En ég held ég hefði vitað að þetta verið spurningi trivial. Það er svona komið, ég hef heilt þetta áður. Reginald Kenneth Dwight. Já, ég hef heilt þetta áður.
En ég hef ekki getað svaraði, viðurkenna. Og já, við bara tökum undir með Elton John. Já, og hann nú maður sem að hefur gengið í gegnum ýmislegt. Ekki bara, þetta maður, hann var að hjálpa bæði Freddie Mercury og David Bowie í sínu lyfjarugli, sko. Hjálpa Freddie Mercury? Hann var að dæla í það, röglega bara. Það var ekki bara eitthilöfum. Hann náttúrulega hókinn, en hann var kókaðin fíkil sjálfur. Já, það reyndar eitt að svalasta sem að ég hef heyrt um. Hann fannst ekkert kannski svalasta, en eitthvað sem mér fannst ógeðslega flott. Ég man ekki hvort ég að sé 60 Minutes eða einhver með öðrum svona álíka þætti. Þegar hann kvaddi kókaðin, hann Elton John, þá skrifaði hann því ástabrif. Þar sem hann kvaddi og sagði bara, ég hef elskaði alla mína tíð, mér líður alltaf vel með þér, en núna ef ég sé þig inn í einhverju herbyggi, þá mun ég ekki fara inn í herbyggju og ekki halda þessi af því að ég elski þig ekki, þar að því ég elskaði þú mikið og þú ert að eyðileggja líf mitt. Þannig að hann svona, og hefur ekki, og hann sýndi brefið í svona þætti og hefur ekki tekið síðan að skrifa þetta. Þetta var mjög flott, sko. Þannig að hann kvaddi bara kókaðin með ástarbrefi. Já, fallið sér hún. Nei, ekkert fallið, mér varst eitthvað töff þegar hann var að lesa þetta, sko. Já, ég er sammála, ég skil alveg hvað við. Og svo ætla ég að enda slúrið á, já, það er alltaf að gera Fast and the Furious 9. 7 að koma út núna, bráðum. Og þeir halda að þeir geti farið með þetta alveg upp í 9. Sveið með það. Já, ég meina þeir eru að halin penning á þessu, sko. Hraðskreiði bílar. Hraðskreiði bílar og flotta konur. Ég meina, kallmenn, þeir breytast ekkert á milli ára, sko. Þannig að okkur ættir ekki að geta gert 2 viðbútt, eða 3 viðbútt. Og það er Vin Diesel sem er heppni kallinn þar. Já, Vin Diesel og Paul Walker eru svona aðalstjörnurnar í þessum myndum. Já, Paul Walker. Þetta eru ágætis auka tekjur fyrir þá félagana, en það hafa þeir ekkert verið að ríða feitum hesti úr öðrum bíómyndum upp á síkasti. Nei, Vin Diesel er ekkert eitthvað að fara. Ekki eftir að hann tók Daddy Daycare og drullaði upp á hnakka, þá hefur hann lítið gert. Paul Walker er enda svona pretty boy, getur alveg hent sér í nokkuð hlutverk sem svona sætistrákurinn. Hann er ekkert að brillera í öðru myndin svo sem, þannig að þetta er fínt fyrir þá. Þetta var slúðurpakki dagsins, styttist hér í Ungfrú Ísland. Guðjón Þórðarsson er líka á leiðinu til okkar. Við ætlum að hringja í vini okkar úr þessum þætti. Það eru bara fasti liðir framundan en fáum auglýsingar fyrst. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintball-mót ársins er hafið. Þú skráir þitt 7-mannalið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintball-móti ársins. Verður þú paintball-meistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafarvogi og Pepsi. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Carlsberg. Players, Búðakór Kópavogi. The whole damn planet wanted a piece of me. Vin Diesel er mættur aftur sem grjótharði Riddick í frábæri hasarmynd. Riddick frumsýnd 20. september. Stöð 3, krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þér inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðinn frítt með. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1.000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Viðskiptavinir með F+ tryggingu fá flottar húfur með endurskinni fyrir krakkana á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst í skammdeginu með F+. VÍS. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Það er komið að því. Jeff Dunham stígur á stokk í Laugardalshöllinni á föstudaginn. Tryggðu þér allra síðustu sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Hule og Sena. Við elskum grín. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sesamengifer. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grafarvogi. Hann er fjórfaldur potturinn í Víkingalottóinu og stefnir í 750 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum.
50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Biðin loks á enda. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld. Manchester United og félagar bjóða Leverkusen í heimsókn og Messi og félagar í Barcelona mæta okkar manni Kolbeini Sigþórsinni í Ajax. Meistaramörkin verða svo á dagskrá í lok umferðar miðvikudag klukkan 20:45. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. 957 Topp tónlistastöðin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Það alveg hárrétt hjá Rauð, takk fyrir þessa. Gaman að vera með ykkur hérna, kæru hlustendur. Við erum hérna fyrir ykkur og þið eru þarna úti fyrir okkur. Já, vonandi. Og saman gerum við þetta nú allt saman að veruleika. Já. Við erum öll saman borð í FM-skútunni sem að siglir eitthvað út í bláinn. Hún er á fitness-siglingunum. Hún er á fitness-siglingu, það er ýmislegt framöndan í tónlist. Miley Cyrus er hérna rétt handan við hotnið með glænýtt lag. Miley Cyrus? Miley Cyrus, maður, gefur út, já. Ok, ég skal tjekka á því. Og Jennifer Lopez, náttúrulega. Já, hún er alltaf á sínum stað, en það er eins og ekki það sem við ætlum að ræða núna, Sverrir. Tónlistina? Já, á FM. Nei, það er langt frá því. Við vorum að fá nýja könnun inn í hús. Já, sem kemur hérna inn á FM-preppinu góða. Já, og samkvæmt henni þá, eru 70% fólk gæti ekki hugsa sér að eiga erlendan maka. Já, og þetta er sláandi niðurstöður. Já, þetta er ekki rasismi í Íslendingum, þetta er sko könnun sem er gerð allan heim, Bandaríkjunum, Bretlandi, Skandinavíu og öðrum stöðum. Og það er eins og fólk sé feimið að vilja ekki að, það er að vera að tala um giftingu. Já, giftast útlendingi. Já. Hvort sem að það er normaður sem að giftist Svíja, þeir nennar því ekki. Nei, eða Íslendingur að giftast Bandaríkjamanni eða eitthvað, sko. Fólk svona 7 af hverjum 10 vilja halda sig innan síns lands. Þú hefur sagt þína skoðun á sáður. Þú getur ekki hugsað að eiga erlenda maka. Nei, ég myndi ekki nenni, sko. Nei. Ég myndi ekki nenni. Ég held að sé bara því að þú ert komin með íslenska konu og íslensk börn og þú nennir ekki að spá í eitthvað meira. Nei, sko, er það ekki það? Ég mann nú sjálfur þegar ég var ungur og konulaus og barnlaus. Þá stóð aldrei til að hugsa eitthvað út fyrir landsteina, sko. Nei, samt, þú veist, ef ég myndi hitta einhverja, sko, hrikalega fallega píu sem að væri skemmtileg og ég myndi alveg svona, ég held að myndi ekki stoppa mig. Þóttum væri indesk? Hvað, indesk, það er einhver horfbjóður hér eða? Nei, ég bara nefndi land. Já, nei, bara alveg sama. Já. Það eru, þú veist, eins og Bollywood og svona, maður. Já, það er samt, þú veist, þarna geti nú svona alls konar trúarlega ratarnir spilað inn í. Já, þú veist nú, þú þekkir blöðmanninn, hann er kameljón. Hann er kameljón í því eins og öðru. Já, ég ástæði fyrir því að ég myndi ekki nefna að byrja með útlensku konu, það er því í fyrsta lagi kann ég ekki skandinavísku og ekkert tungumáli, dönsku eða neitt, ég get ekki bjarga mér neinu þannig tungumáli. Nei, þú ert að tala ensku. Ég tala ekki frönsku eða spænsku eða ítölsku eða neitt svoleiðis draslega þýsku og ég er lélugur í ensku. Þannig að þetta er bara the language of love. Já, þú vilt meina að þú væri bara ekki jafn skemmtilegur og heillandi á ensku og þú ert á íslensku. Þú myndir aldrei ná henni. Nei, ég myndi aldrei ná neittni konu til þess að vera ástofnina. Þú ert kannski búin að hugsa eitthvað brandari, þú bara kemur honum ekki úr þig. Once, me, you know, here, we all go, you know. I love you. En við ætlum að tjekka hvað mömmu finnst þetta. Var það ekki? Ef að hlera hana? Það væri nú gaman. Hefur hún einhvern tíma verið með útlensku manni? Ekki svo, það er nú bara góð spurning. Það er nú bara góð spurning, sko. Líka væri henni sama þótt hún ætti sænska tengdadóttir. Já, þú þarft nú að fara að hugsa út fyrir landsteinana kannski. Það gengur ekkert fyrir þig að ná þér í konu hér. Nei, rólegur, hann er ekki eins og ég er ekki að deyja. Nei, ég menna það fer nú að slá í þig.
Gefum þess aðeins. 4 gamall maður. Vinnandi FM 957. Já, leitn í gotinu maður. Það var allir voða áhyggjur af því eitthvað núna. Mamma! Já. Hvað segir þú skusa? Allt fíndaskan. Nei ekki? Jú. Hvað er það að gera? Ég er nú bara ekki hann sérstakt, takk fyrir. Nú, bara heim í chillinu. Já. Bara tærnar upp í loft. Hæ? Bara tærnar upp í loft. Ó, ekki þetta þitt. Nei, hvernig bjóstu? Hvað er Ó, jésús, hvað er þetta reytandi? Þú ert löngu búin að sagt það við þetta. Þú ert hlutað sem þætti og veist það. Jésús, með hvað er leiðilegt. Ertu heima? Það er ykkur. Ertu heima bara? Já. Ná, í hvað ertu? Halló. Hvað kemur þér? Nei, ertu bara heima á joggaranum eða, veist? Ertu dressed to kill? Mamma? Matti, þú spurði hana í hver ertu og hún skellt á. Já, ok, ég skal litla hætta því. Maður spyr líka ekkert. Samt, ég var ekkert að meina þetta eitthvað dónalega. Nei, ég meina, hvað skiptir einhver máli í hver hún er? Já, bara eitthvað heima til það. Hæ. Hæ. Skelltur á okkur? Nei, ég held að símur minn sé bara ónýtur. Nó, það er þannig. Já. Ó, þá veitum við hvað viltu í jólagjöf. Það er dýr fram á jólum. Já, eða ekki? Já, við vonum það. Já, þú verður nú fegin ef hann er ónýtur, þá myndum við kannski hætta að ringja. Þá ringir ég bara heima síma, það er alveg saman að ég vinnu síma. Já, við myndum alltaf bjarga okkur, sko. Já, maður er hvergi sæf. Nei, við finnum þig, sko. Ha. En við erum með spurningu handa þér, þetta er bara stutt og laggott í dag, mamma. Já, mikið er ég fegin. Ok, fyrsta... Það er þreytandi. Fyrsta spurning sem að náttúrulega verður að koma í ljós áður við spyrjum með hinnu. Jaha. Ertu kona einsömmul þessa dagana? Já. Ok. Heppin. Já. Allir þessi kallpungar ógeðin að núti. Laus við þetta drast. Laus við þetta, aha. Gætirðu hugsað þér að byrja með erlendu manni? Já, hverju ekki? Já, útlending. Hæ? Það myndi ekkert trufla þig? Nei, ég get ekki að segja að það séu neitt verið menn en aðrir. Nei, 70% fólks getur ekki hugsað sér það. Nú? Já. Það er svona könnun, sko. Já. Ég er þar, ég myndi ekki nenni að vera með einhverju útlenskri kettlingu, sko. Það færir maður eftir hvernig hún er. Já, ég bara, veist. Hæ? Ég get ekki að sé að það sé neitt verð þurfa að vera neitt verða heldur en íslenskir ég. Ég reynda að sé þið svolítið fyrir mig með svona 50 svíja með ljóst þykkt hár. Já, er það? Já, þið verður flott saman. Já, gæti orðið það. Í svona neonlitum pólóból. Spila skvass á sunnudum. Jésús, hvað er að klika? En sem tengdadóttir, myndi það truflaði eitthvað ef að, já, ég myndi byrja með einni amerískri stelpu til dæmis? Nei, það fyrir eftir hvað hún er væmin. Já, það er hár rétt, já. Væmin? Ameríska stelpur er rosalega væmnar. Já. Ok, eða sænsk eða eitthvað? Já, það, ég hugsa svona Norðurlandaþjóðarnar séu kannski nær okkur. Já, Skandinavinn. Já, ég minna þess að amerísku bara leið og orðnar 18 og trúluvar, þá er það bara komnar úr ljósu til kjólana, sko. Já. Það ekki á sig. Þannig þú vilt ekki ameríska tengdadóttir? Já, ef hún væri kannski svolítið líka okkur, þá er það kannski alltaf leið. En það er þetta mjög erfitt, við erum búin að klikka fjölskylda. Já, reyndar eru við það. En ef hann myndi koma heim með einhverja indverska prinsessu? Já, ég finnst það góð stelpa, hvað er aðstráka? En þú hefur alltaf, það hefur alltaf verið nettur rasismi í þér gagvart blökkufólki. Hefur verið? Slín í þér, krakki. Það er ekki alltaf megin menn þig. Það myndi ekki truflaði þó að ég ætti indverska kærustu. Nei, ekki þetta væri góð stelpa. Ég gruna að múta svona. Nei, það er alltaf bara að sér erfiðleikar á milli landa kannski fjölskyldan hennar trúur á einhvern bleikan fíl eitthvað það er í einhverju vatni og þarf auðvitað að fara að gera það eitthvað sko. Nei, ég held að sé örugglega meira erfiðleikar ef það er hans sem er Ísverið en hún Íslendingur. Já, það er góða punktur. Ég held það. Þú þekki líka kallinn, ég snöggur aðlast. Það verður kannski verða fyrir hana að koma inn í þessa familju, Hún þurfti að byrja að fara með okkur í keilu á föstudaginn, það er nokkuð ljóst. Já, guð, þetta er næða þig. Ég þarf ekki að æfa mig. Nei. Ert að fara í keilu með honum? Á föstudaginn, já. Ég trúi því ekki, það er ekki að gera það. Jú. Hann er óþolandi. Ég hef bara stóð nákvæmlega síðast. Já, múta á fín síðast, hún kemur sterk inn núna föstudaginn. Já. En allavega, þá skiptir það engu máli fyrir þig. Nei, þetta er gott fólk. Þannig að ég er kannski að fara bara að eignast stjúpföður sem er pólskur verkamaður.
Nei, Pólverja myndi ég aldrei, nei. Finnst þér það líklegt, ég bara spyr. Já, maður veit aldrei, ef það er góður maður, eins og þú sagðir. Já, ef það er góður maður. Já, ef það er góður maður. Og ef að fíbli skaffar, þá er allt leið. Það var aftur síminn hennar er í rugg. Já, síminn í bullinu, ef að fíbli skaffar, já. Þetta var móður mín og ég vissi nú alveg að henni er alveg sama. Já, hún er svo létt á því, en sástu, ég er blána með hana, um leið og sagði einhver ameríska, þá sá hann, ekki hún er væminn. Já, hún vill ekki einhverja væminn. Nei, mamma er nefnilega með pung. Já, hún er töffari, sko. Það er bara þannig. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code. Á hópkaup.is 12 sushi-bitar í hádeginu á Röfn 23 í Reykjavík á aðeins 1190 krónur. Hópkaup í krafti fjöldans. Viðskiptavinir með F+ tryggingu fá flottar húfur með endurskinni fyrir krakkana á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst í skammdeginu með F+. VÍS. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players. Búðakór Kópavogi. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Stöð 2 kynnir með stolti. Þetta verður eitthvað. Glæsilegustu vetrardagskrá frá upphafi. Ég er bara rosalega hamingjusöm og gengur rosalega vel. Komið sæl og blessuð. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. Ísland gott talent. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það er hár rétt hjá hann, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Auðun Blöndal heiti ég, beint á móti mér situr Sverrir Þór Sverrisson, oftast kallaður Sveppi, og hingað í stúdíóið er mætt, fallegasta kona Íslands, samkvæmt síðustu könnun, Ungfrú Ísland, Tanja Ýr, vertu velkominn. Já, hvað er það að gera, Sverrir? Já, hún þarf það ekkert, hún heyrir í okkur. Já, en ég ætla bara að byrja því aftur að bjóða þig velkomna. Sveppir aðeins að rugla þetta inn, þannig að láta hann hafa ykkur headphone. Já, það er nefnilega aldrei gaman að segja frá því. Já. Þetta er í fyrsta skipti sem hún fer í útvarpsviðtal. Já, þetta er fyrsta útvarpsviðtalið þannig. En það ekki? Jú, það er mikið rétt. Já, sérjós, þetta hérna, þetta er mikrafón. Já, svo tala maður bara svona, hátt og snjallt. Já. Og svo segir þið, hæ, maður hérna. Hæ. Já. Þarna ertu komin inn. Já. Hvernig líður þér í dag? Bara mjög vel. Nei, ekki? Jú. Er skrítið að vera orðin Ungfrú Ísland? Já, alveg smá. Já. Það er gaman. Og það er náttúrulega, þetta var ekkert sýnt á laugardaginn, þannig að maður sá ekkert af keppninni, en gekk þetta ekki allt vel bara? Jú, gekk rosalega vel. Já. Þetta ég fór inn á Vísi, og ég sá sem sagt vídeo af því þegar hún var kosin. Ok. Bara það, moment sko. Já, þegar hún var valin. Já, þegar hún var krýnd, þegar nafni var kallað. Já. Og það var eins og þú vissir þetta. Nei, hvað byrði það? Þú fórst ekki að gráta? Nei, ég var svo hissa að það bara að taka mismundi hvernig fólk tekur þessu. Já. Mismundi viðbröð. Hvað, átt hún að fara að gráta, Sverrir? Það er ekki sem allir gera þegar þið vinna eitthvað svona. Nei, það er ekki meira út valin Ungfrú heimur, þá kannski tárastu. Já. En þú ert á leiðinu þangað? Ég er á leiðinu þangað eftir ár. Já, það er ár í það. Já, ár í undirbúning. Já, ok, en er þetta ennþá núna, eins og þetta var, ertu á svona einhverjum samningum út árið og... Það er engin samningar í ár. Engin samningar í ár? Þetta er alveg allt undir mér komið. Já, ok, þannig að það er engin að fara að taka 20% öllu sem hún gerir og eitthvað svona? Nei. Já, það er nú ágætt. Þú ert ekkert að skrifa undir eitthvað svoleiðis ritgerð? Ekkert svoleiðis. Nei. Mjög heppin. Það er nú reynda mjög fínt, en þetta er aðstæðanlega. En þú ættu nú alveg að geta, græjað eitthvað svona díla til að hjálpa þér, völdklass og nings og er þetta ekki alltaf þetta klassíska? Já, svo fekk maður náttúrulega ég komið áskort í völdklass. Já, ok. Nei, hvað var meira svona í vinning? Það var alveg helling. Ég er ekki alveg komið með að reynda sem ég var. Það eru pizzur og ljósakort og... En hvað er gömul? Ég er 21. Þú ert 21, í hvað skóldu? Ég er í HR.
Háskóla Reykjavík. Ok. Hvað ertu að læra þar? Fjármálaverkfræði. Já, ok. Fjármálaverkfræði. Og hvernig var að vera í skóla með keppninni? Fór mikill tími í undirbúning? Það var bara að læra að skipuleika sig og já, það fór mjög mikill tími í undirbúning. Já, og bitnaði kannski á lærdónum og meðan? Nei, alls ekki. Ég bara læra að skipuleika sig fram í tíman. Ok. En hvað kemur til að þú tekur þátt í upphæði? Það var hringt í mig og búið mér að taka þátt. Það var sérst yfir einhver skrámið í keppnina sem ég veit ekki enn hver er. En ég ákvað bara að taka þátt og þeim myndi að læra mikið á þessu. Já, þannig að það var eitthvað svona sem að, já, er það þannig? Fólk, það er eitthvað vinir eða vinkonur sem að skrá þig? Já, þetta er yfirleitt, er þetta svona ljóta vinkonan í vinnahópnum sem skráir. Þetta er svona sem ég myndi skrá því í Herra Ísland. Já, auðvitað minnst hann æðistöld, ég verð að skráa. Hann var vína sem sé þetta. Og hérna, já, þú sér nú ekki eftir því í dag, átt ekki þátt, væntanlega? Nei, alls ekki. Ég vinnur bara aldrei sjá eftir því. Og er þetta svona gamla klísja? Eru þið allar rosalega góða vinkonur og var enginn svona einhver tík í hópnum sem að... Nei, það var alls ekkert svoleiðis. Þú lýgur því, maður. Það hlýtur að vera keppniskap í manneskjum hann. Nei, alls ekkert svoleiðis. Það var bara mjög góða vinkonur. Hver var leiðilegust aðeim? Það var ekkert svoleiðis sem betur verð. Allar voða hrestar og skemmtilegar. Já. Og fögnuðar með þér, þú varst búin að vinna? Já. Það var stelpa sem bakaði köku og við fórum og fengum okkur köku eftir keppni. Já, og hérna... Fengduð ykkur köku? Já, það er náttúrulega búin að vera í einhverju svona bindindi. Já, ég held að það er að fara út af lífi, stelpunar eða eitthvað. Já, við skelltum okkur líka út af lífi. Já, með kökunum kannski. Nei. Mojito og kaka, maður. Já. En er þetta alveg þannig að þú borðar ekkert pítsur fyrir keppni, eða? Þetta er bara alveg undir mjög komið. Já. Auðvitað vil maður líta sem best út. Tókst þú mataræði sjálf alveg í gegn það? Ég tók að hægt og rólega í gegn, já. Já. En ég er ekki, minna, verið 20 stelpur, skiptir það einhverju máli? Getið ekki getið bara sem viljið og fyrir aldrei neitt eitthvað? Þannig svona haldið það allavega. Er þetta að æfa einhverja íþróttir og svona? Já, ég er loftfimleika hjá Sirkus Íslands. Ég er enda búin að vera í sumafríi núna í 2 mánuði. Sirkus Íslands? Já. Ok, vel gert. Loftfimleika? Já. Og út á hvað gengur það? Það er þessi drólu í loftinu og slæðir og svona sem er að... Já, ok, vá. Það er vel gert. Gast ekki nýtt það, er það bara í svona keppmanum úti eins og þú ert að keppa í Miss World, Miss America, þá ert að vera með svona einhvern hæfileika, bara svona eins og í Got Talent. Í Miss World líka. Er það líka í Miss World? Já. Og getur þú ekki bara farið upp í rjáfur og sveifla þér? Jú. Komið sígandi á hvolfi í einhverjum silki. Það er rándýrt, maður. Einhver nýbúinn að spila blokkflautu, svo kemur bara Tanja og sveifla sér. Hvar er hún? Lítið upp. Hún er að koma sígandi. Það var rosalegt. Við ætlum að henda þér í hraðaspurningar hér eftir smá stund. Tanja, þú ert ekki alveg laus við okkur? Nei. En fáum fyrst strákana í Dikta. King. Þeir að hlusta á FM 95 Blö og við sveppir með góðan gesta, er Ungfrú Ísland. Tanja Ýr Ástórsdóttir. Ó, já. Nýkrýnd. Og þá er það spurningi sem að margir er að spyrja sig að. Er maður í þínu lífi? Tanja? Nei, því mér. Ungfrú Ísland er á lausu? Já. Það er ekkert annað. Og búin að vera á lausu lengi? Já. Já, það var ekkert eitthvað svona bara sunnudegi eftir keppni sem þú hættir. Drullari byrti þarna og geitt. Ég er Ungfrú Ísland, farðu. Takk til skóna hérna. Drullar út. Nei, það var ekkert þannig. Þannig að þú býst nú við því að það verður nú reynt svolítið við þig, heldur það ekki? Ég veit ekki. Við erum margir búin að aðdara á Facebook eftir að vannst. Já, alveg nokkri. Já, komið svona auka vini þar. Já. En hérna, ég verð nú að spyrja áður fyrir mig það spurningar. Það var nú stúlka að keppa aðna sem heitir Bryndís Hera Gísladóttir. Já. Og kærasti hennar er nú þekktur hér á þessar útastöð. Oft kallar The Kolb Father. Man of many kolbs. Hvað? Hann er kærasti hennar. Var hún með svona einhverja celeb-stælar? Nei, alls ekki, hún er yndislega stelpa. Ég kynntist henni mjög náið. Þannig að var ekkert eitthvað svona Degistelpur, Kolbi kærasti minn. Nei, ok. Þannig hún hefur verið bara eðlileg. Já, mjög. Alveg þrátt fyrir það hver maðurinn hennar er. Það er ótrúlegt. En, jæja, það er hins vegar komið að hraðaspurningum og það er svona kynnustu við þér aðeins betur, Tanja. Því að þú getur ekki svara rangt og getur ekki svara vittlust. Nei, hérna rangt og getur ekki svara rétt, alltaf að segja. Og þannig að þú bara segja það fyrst að segja dettur í hug. Ok, þannig að þú notur bara að hreinsa hugan. Hreinsa hennan HR hugaðinn og svara bara það fyrsta sem að dettur inn. Ertu tilbúin? Og alls ekkert að vera stressuð. Nei, og bara vera þú sjálf. Já. Það er alltaf best. Það er alltaf best í þessum bransa. Í fyrsta útvarpsviðtalinu. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Besta bíómynd allra tíma? Monsters Inc. Uppáhaldsnammi?
Mars. Besta liðið í ensku knattspyrnunni? Arsenal. Uppáhalds hljómsveit? Engin. Hefurðu lent í slagsmálum? Nei. Hver var fyndnust í keppninni? Hera. Besti skyndibitinn? Húlíakan. Hvað kveikir í þér? Ekki hugmynd. Besti drykkur? Vatn. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvað dýri eru fyrir valinu? Maðurinn. Fallegasti kallmaður í heimi? Ekki hugmynd. Hver kom fyrst upp í hugan? Hann þarf ekki að vera íslenskur. Bara einhver. Brad Pitt. Brad Pitt, já. Í hverju sefuru? Náttvitum. Finnst þið gaman í sleik? Þetta bara spurningar hérna. Bara bæða. Uppáhalds félagsliðið þitt á Íslandi? Hvað segir þið? Uppáhalds félagsliðið þitt á Íslandi? Ekkert. Áttu ekkert svona uppáhaldslið á Íslandi? Nei. Nei, ok. Uppáhalds leikari? Ekki hugmynd. Ekki hugmynd, ok. Það var, sko, þú slepp... Harry Potter? Já, alveg rétt. Já, Daniel Radcliffe. Uppáhaldsmyndið var Monsters Inc. Já. Já, það er þetta, ég hef ekki séð hana. Er það ekki einhver er ekki teiknumynd? Jú, þetta er mjög skemmtileg mynd. Já, reyndar eru, sko, Pixar-myndnar allar skemmtilegar. Ég hef ekki séð þess að. Nei. Það kom nú 2. Og kom nú 2. Uppáhaldsnammi, þetta var Mass. Já. Súkkulaði. Og varst snöggast, var Arsenal, fylgjast eitthvað með enska boltanum? Nefnilega ekki, en mamma heldur með Arsenal og síðan það hef ég alltaf heldur með Arsenal. Mamma þín? Já. Ekki pappið? Nei, hann heldur með Liverpool. Já, okay. Minn maður. Það er vel gert. Þið eru alveg sama. Þú áttir enga upp á hljómsveit? Nei. Nei, ekkert einhver svona að þú ættir að fara á tónleika með einhverju hljómsveit? Engin svona? Nei, kannski live. Live? Já. Já. Það er mjög gott. Herðu? Sko, miðað við Monsters Inc. er besta myndin og uppáhaldsleikarinn er Harry Potter. Þá hélt ég að þú verði að fara að segja One Direction, sko. Það var svona... Justin Bieber. Já. Og þú er aldrei lent í slagsmáli, sagður? Nei. En lítið í því? Sem betur fyrr. Já, en þú varst að segja okkur að þú hefur svona trækt á eitthvað. Nei. Það verður ekki slagsmál. Ég veit ekki alveg hvað þú fækst það. En hún átti að skilja stelpan eða ekki? Já. Hún var ógíslega. Bestið skyndibitið var Húlíakan. Já. Það er mjög góð mátuð þar. Ég var einmitt þar á hann. Já, mjög gott. Þú veist nefnilega máli, sérðu, í svona hraðaspurningu, sko. Gott að nefna svona, sko, því að þetta getur allt orðið sponsorar til Kína, sko. Halda sponsorunum góðum. Já, það er Húlíakan sem kemur frá Íslandi til Kína. En þú veist ekki hvað kveikir í þér? Nei, það er ekkert eitthvað. Góð tónlist, kertaljós. Góð lykt. Húmor. Krullur. Bumba. Hár á öxlum. Eitthvað svona. Eitthvað sem að við sveppi getum tengt við. Og maðurinn var það dýr sem þú vildir helst sofa hjá. Það var enda gott svar, sko. Já, sefur í náttfötum og þið finnst stundum gaman í sleik. Já, það var eftir hver það er. Já, ég var í sleik við þig, það var ógíslegt. Já, það var eitt af bara erfiðasta sem ég hef gert. Á sínum tíma. Mér fannst það yndislegt en ekki gott, en ég hef ekki viljað missa þig. Svona til að sína þess að hvað við erum mótnið gamlir ógæslegir. Að, stúlkan sem var krýnd ung frá Ísland hérna, sem situr við hliðin á þér, 21 árs gömul, hún var sennilega 9 ára þegar við vorum í sleik. Já, allir ekki. Við þurfum bara að hætta þess. Í 70 mínútum. Það er búið að vera virkilega gaman að fá þig í heimsókn, Tanja. Já, takk. Og við óskuðum bara allsins besta. Já, og það bara... er ekki ungur og heimur í hvað, Kína á næstari? Já. 2014. Við fáðum kannski í spjall fyrir þá keppni og þátturinn ennþá á dagskrán. Já. Nú það bara að vinni því að reyna að verða aðeins fallegri heldur en hún ert í dag. Til að vinna alla keppnina. En þetta var Ungur Ísland, virkilega gaman að fá því hérna í spjall eftir örskama stunda ætlum við að ringja í gamlan vin sem elskar ekkert að tala við okkur. Hann auglýsti bíl fyrir 7 árum síðan og hann er búinn að snappa okkur allavega 2 hingað til. Ef þú ert með bláa kortið, farðu 30% afslátt af sérvöldum yngt heyrnartólum í verslinum Epli. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Í dag á hopkaup.is 12 súsíbitar í hádeginu á Röfn 23 í Reykjavík á aðeins 1190 krónur. Hópkaup í krafti fjöldans. Rjúkandi kaffi og gómsett bakkelsi. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Apótekið býður þér 20% afslátt á Voltaren Geli og Voltaren Dolo út september. Apótekið.
Einfalt og ódýrt. Loksins. Jeff Dunham á Íslandi á föstudaginn. Uppselt klukkan 8. Örfá sæti laus á aukasýninguna klukkan 11. Sjáumst í Laugardalshöllinni á föstudaginn á Jeff Dunham. Náman, Túle og Sena. Við elskum grín. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Lax í Sweet Chili Teriyaki. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Biðin loks á enda. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld. Manchester United og félagar bjóða Leverkusen í heimsókn og Messi og félagar í Barcelona mæta okkar manni Kolbeini Sigþórsinni í Ajax. Meistaramörkin verða svo á dagskrá í lok umferðar miðvikudag klukkan 20:45. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM 957 og það komin tími á vinn okkar. Já, það enn einn vinur þáttarins sem maður veit ekki að því. Nei, og þetta maður sem hefur slegið í gegn þetta í 2 símtölum, annars vegar, hann var að staddur í Englandi þegar ég var að hringja hann út af bílnum hans sem hann átti fyrir 7 árum síðan. Já. Hann seldi hann fyrir 7 árum og við fundum hann í gamalli smáauglýsingu. Já. Svo hringdi ég aftur í síðustu viku. Já. Þá spurði hann hvort það væri eitthvað. Skulum bara heyrum stutt 2 símtöl. Já, smá brot. Hvert seldur hann? Það manni ekki eitthvað vestar á Snæfellsnesi sendi. Já. Hvað var hann keyrður hjá þér? Ég ætla ekki að tala við þig meira því að ég er í útlöndum. Var geislaspilari í honum? Ég ætla ekki að tala við þig meira, ég er út í Englandi. Hann er á koppum á myndinni, varstu með felgur? Ég er út í Englandi. Hvernig litur þið var á honum? Ég nenni ekkert að tala þennan bílmaður, ég seldi þau fyrir 7 árum, hver er þú eiginlega? Kristinn heiti ég, manstu ekki litin á honum? Ég nenni ekkert að svara þennu með þennan bíl. Lesaður? Nú? Rugglaður. Eins og það heyrið, þá var ég ekki vinsæll hjá sömanni. Nei, hann var brjálaður í fyrst skiptið og nánast í annars skiptið líka. Já, hann bara skellti á mig aftur í seinna skiptið. Og nú, það sem ég ætla að gera núna, Sveppi, ég ætla að fara rólega á hann. Já. Ég ætla að vera svona mjúkur og reyna að spjalla hans við þennan félaginu. Já, heyra svona hvernig staðan er. Ég ætla ekki að fara beint í bara að segja, herðu, ertu búin að selja bílinn? Nei, teygja þetta aðeins. Já, skoðum þetta aðeins. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Bjarni heiti ég, Viggo tala ég. Pétur heiti ég. Pétur, komdu sæll og blessaður. Þannig mál með vexti, ég er núna síðustu viku verið að reyna að hafa upp á gömlum bíl. Þetta er þá að tala um hennan Iveco bíl. Já, þetta er sem sagt Iveco Turbo Daily bíl. Já. 404 árgerð 92. Með læst drifað aftan og framan. Þú akkur þetta spekulir í þessu? Og ný 35 tómi dekk. Akkur þetta spekulir í þessu? Því að ég hef bara verið lengi gríðalegur aðdáandi á þessum bílum. Og þeir eru svolítið sjálf... Ég seldi svona bíl fyrir 7 árum og hringdi oft í mig og ég hef engan áhuga á þessu máli. Hef ég hringt í þig áður? Já, margsinnis. Nú. Ég er nefnilega að reyna að hafa upp á einhverjum af þessum bílum hérna á landinu. Þeir eru ekki margir. Nei, þetta er ábyggilega allt ónýtt. Er það? Hvernig ástandi var þinn í? Hann var nýr. Hann var nýr, já. Þetta eru dröslur. Er það málið? Já, þetta er Fiat. Já, þú ert ekki hrifinn af þessu? Nei. Hvað var hann keyrður hér? Nei. 30-40.000 kvöldur. Já, og náður að losa við hann á góðu verði eða? Nei. Nei, ok. En þannig að ég hef nú tekið hann að þér á sínum tíma. Þennan bíl? Já. Já. Manstu eitthvað hvar hann er í dag? Nei, ég veit ekki hvað hann er. Nei. Hvaðan kaupið þú hann á sínum tíma? Ég kæft hann bara hérna á bílasölu. Já, ok. Þú manst ekkert hvað seldi er það? Hvað seldi mér hann? Það var eitthvað bílabraskari. Já. Voru leðursæti í hann? Nei, það er aldrei það. Nei, hann var aldrei leður. Og var hann á koppum bara?
Já, þetta er bara einfaldir bílar, mjög einfaldir og lélegir, húsið er lélegt og... Hvernig var stýrið á litin? Stýrið? Já. Það man ég ekki elsku, hvernig. Heyrðu, ég á fundi má gera þessu. Var kassettutæki í honum? Mástu Skellti bara á... Ég á fundi, hann var svo langt frá því að vera á fundi, þessi gæði. Það var einhverju fíbli. Vita hvernig er bíli. Ég held að þetta sé döitt í okkur núna. Það er svo fyndi, hvaða voðan áhuga hefur á þessum bíl. Alltaf að hringja hann, við þetta ógeðslega fyndi. Þetta var vinnur okkar sem á í Vekko turbóbílinni 8 fyrir 7 árum síðan. Og það var stutt og laggott í dag. Já, við ættum að hringja hann næstu viku og segja, heyrðu það gamli, þetta er Sprelli og Svenni hérna. Eða bara segja að ég sé búin að finna bílinn. Já. Er ég búin að finna bílinn? Já. Var það ekki eitthvað? Já, gera smá úr þessu. Já, ég fíla að ég er tími ekki að sleppa honum strax. Hvort hann hafi einhver ítök í hann. Já. Þetta er gott. Já, þetta er FN95 blöð, við höldum áfram eftir öskamastund. Þangað til, Jennifer Lopez and the People and the Hipa. Wake Me Up, en því miður var þetta lag að klárast því að gestur okkar, Sveppa, við erum komið með annan góðan gestinga í stúdíu, hann var í miðri sögu og þetta er snillingurinn Guðjón Þórðarsson, vertu velkominn. Takk að þið fyrir. Hvað segirðu gott? Ég segi bara gott. Er það ekki? Bara góður, þó að veðrið sé nú ekki til að hrópa húrriver en það var alltaf blíða hérna inni í ykkur strákunum. Já, hlýtt og gott hér. Okkur er hlýtt í hjartanu, það er fyrir öllu. Já, og já, svona sem fyrirhandi landsliðsþjálfari, er þetta besta landslið sem við höfum átt núna, Guðjón? Já, sko, ég var nú ánægð með mitt lið, mörgum liti, en það er kannski fleiri flinkari fótboltamenn í þessu liði. Já. Og við sjáum það náttúrulega bara framistöðu þeirra á vellinum að við erum að tala einhverja 4-5 mjög flinka fótboltamenn sem eru að gera það mjög gott og eru að standa sig virkilega vel. Og sérstaklega í síðasta leik og í seinni hálfleiknum á móti Svissurunum þá kom upp staða sem ég vildi sjá og ég hef reynda nefnt þá stöðu áður. Ég vildi færa Gylfa, færa niður í centralmiðuna og setja Eið í fljótandi sendir. Þetta voru nú ekki mikil viðbröð á þetta. Ég sagði nú kollegum mínum uppi að frá þessu áður en að fara til Sviss. En neyðin kenni naktari konu að spinna og þegar Lagerbäck var komið með bakið og allan afturendan alveg kýldan upp í vegginn að þá breytti hann til. Já, og það hefur virkað. Þá kom þessi staða og þetta var flott staða og gaman að sjá þetta og það er náttúrulega frábært að hafa fótboltamenn í þessum klassa sem við erum að sjá. Við erum að sjá Gylfa alveg ótrúlega og linkspilið hans við Eiðinn á miðinni er ótrúlegt. Kollið svo frammið þarna alveg eins og snarvitlaus og klárar og gerir ótrúlustu hluti. Svo erum við strákana á báðum vangjónum mjög góða og flinka á 5. Þá séu þarna erum við að tala 5 flotta fótboltamenn. Já, alvöru fótboltamenn, spila boltanum og svona. Það væri nú gaman að fara til Brasilíu, maður. Já, vá. En það er of seint, við megum ekki faraðu nú ekki alveg fram með það, Hugurinn ber mann hálfa leið. Já, það er þú átt að eiga drauma og þú verður að eiga drauma og hvað er líf án drauma? Já. Það er nefnilega máli. Myndi Guðjón Þórðarsson fara til Brasilíu sjálfur? Alveg pottið, ég er vissum að fyrirtæki myndi senda mig sem sérstakann fulltrúa bara. Já, þú ert nú komin, talandi fyrirtæki hér, þú ert nú að maður alltaf sjá þig meira og meira á Stöð 2 Sport. Já. Komin fastur þar inn. Nú er ég bara komin inn og nú fæ ég borga fyrir að bulla bara opinberlega. Já, ekki bara í búningsklefanum. Ekki bara í búningsklefanum og áður var maður skammaði fyrir það og ég hafði settur í leikbann og sektir, Nú farið borga fyrir að segja það sem þið finnst. Nú er bara spurning hvort að Arif verði nokkuð í það að sekta mann. Leður þú komið mikrofón, þá er þetta alltaf lægi, Nei, þetta er ágætt. Fyrst hann ekki búin að sekta okkur Sveppa, þá held ég að þú sleppir nú. Nei, ég held í hljóta að sleppa, finnst að þið að lifa þar. Það er alveg á reynu. En það er nú stærsta deild í heimi að byrja aftur í kvöld. Meistaradeildin. Já, hún er í kvöld og það er United sem ríður á vaðið. Manchester United Bayern Leverkusen segja. Leverkusen, en heyrðu hvað Sveppi sagði? Hvað? United ríður á vaðið, hugsaðir orða. Já, þetta er ég sem reynar íþróttamannslu. Já, þetta er mjög íþróttamannslu. Jú, það er rétt, það er að byrja og þetta er alveg feiknarlega skemmtileg deild. Og við gerum henni góð skil og það er mikið að leikjum og það er hvergi meiri boði heldur en okkur til okkur og það er verið að sína þessa leiki á öllum rásónum og gæðin í þessari deild eru alveg sérstaklega flott. Já, þannig eru allir bestu leikmenn heims. Þannig eru bara allir bestu leikmenn heims. Það er, ég held að
úrvali af mannskap sem að í boði, það hvergi hægt að sjá þetta annars þar. Einhver Íslendingur sem fæst það Kolli? Já, Kolbeinn, hann er að spila í kvöld. Kolli er að spila í kvöld. Á móti AC Milan, já. Þannig að það er svaðaleg. Nei, á móti Barcelona. Á móti Barcelona. Já. Móti Barcelona? Já, það er rosalegt. Ég veit ekkert maður. Við erum til að fræða þig. Já, þess neðan hérna, hann er til að segja svona hluti. Já, ekki að vita neitt þetta. En ef að Gaui mætti velja sig hvaða lið sem til að þjálfa í meistaradeildinni, hvaða lið þið fyrir valinu hefur? Ef hann mætti lappin í hvaða klúbb sem Ég tók mikið af kursum mínum og fylgdist mikið með þýskaboltan og var alltaf hrifinn á honum. Já. En draumurinn náttúrulega það sem hægt að gera á Spáni bæði veðurfarslega og allavega. Ef maður ætti draum þá var að vinna við slíkar aðstæður. Þú getur verið á bólabólum og stuppsúlum allt árið bara. Hvort myndir velja Barcelona eða Real Madrid í dag? Já, Skagamenn voru svo heppnir hérna árið þegar ég var ungur og ennþá fallegur að spila við Barcelona. Já. Og við spilum við hérna 79 og fórum svo niður á Nývang og spilum þar, töpuðum reynda 5-0. Og eftir það hefur maður alltaf haldið með Barcelona, bæði umgjörðin og allt sem maður sá og upplýði þar var með þeim hætti að það ekkert hægt annað. Nei, þannig að þú myndir taka Barcelona fram með Real? Ég held að það væri algjör draumastæður. Og það er líka annað sem að Barcelona yfir sjóinn og sem Skagamaður búinn að alast upp í sjóinn og heyri í öldunum þá held ég að ég vildi frekar hafa hafið. Hann aðeins meira kósi við sjóinn þar samt. Já, það getur nú verið glettilega kósi á Skagan. Það er nú ýmislegt sem að Langjasandi gæti sagt frá en sem betur fyrir þeir hann. Pappi var einu sinni að spila upp á Skaga með Víking, hann var varamaður og hann bjóst nú við að fara inn á. Svo fauk boltinn út í sjó og þjálfarinn sendi hann að sækja boltan. Þá fór hann ekkert inn á eftir það. En hann bjargaði leiknum. Þetta var eini boltinn. Það eru fleiri Íslendingar í eldliðinu í kvöld því að það eru Rúrik og Raggi Sig, þeir hjá Kaupmannahöfn eða ekki? Þeir eru hjá FC Kaupmannahöfn. Já, og þeir eru að spila við Juventus í kvöld eða ekki? Það er hörkuleikur og það FC Kaupmannahöfn? Í meistaradeildinni? Allt morandi úrslit Íslendingum að núna maður. Þeir eru í meistaradeildinni, þeir enda komast áfram upp úr illun fyrir 2 ára síðan. Já. Og þeir eru í 19 manna hóp sem var tilkynntur í dag þannig að það verður gaman. Það reyndar hefur ekki gengið vel hjá þeim í deildinni, þeir hafa verið í bölvuða brasi í deildinni. Það er í ruglega þar. En þeir eru uppfullir af því að þeir séu ekki með síðra lið heldur en fyrir 2 árum og telja sig geta komið inn, en ég held að þetta sé mikil prógram fyrir þá í kvöld. Það er ekkert grín að mæta Juventus. Nei, það er ekkert grín og þeir fóru langt í fyrra og telja sig vera búin að bæta liðið með það sem þeir gerðu á síðustu leiktíð. Já, þannig að það er bara veistla í kvöld. Það eru Íslendingar og allir þeir bestu bara, maður. Já, og meðan þjóðan er að fara að horfa á fótbolta, þá er ég að fara í fótbolta. Já, ég er að fara í fótbolta með mér. Hvert er þetta að fara, Sigur? Ég er alltaf í bolta á 30. Nú, hvað? Ég veit ég lítið ekki út fyrir að gera það, en ég ger það. Hann er notað sem boltinn. En það er, þú rúlar bara því það er alveg svo herfóring. En svona í loki verð nú að spyrja hérna áður í sleppið eitthvað, hvað er að klikka með þína menn á Skaganum? Þeir fallnir? Ég held að það sé náttúrulega bara kraftverk ef eitthvað gerist þar sem maður getur bjargaði. Því miður þá manni svíður þetta sárt að sjá hvernig henni komið fyrir Skaganum en heilt yfir þá er bara allt og mikið af hlutu sem að hafa gengið gegn þeim og hefur klikkað bara. Hefur klikkað. Já. Og það er bara bottom line og það er sjálfsagt væri efni í langa kvöldstund að fara yfir það alls saman. Já, hún skulle sleppa því, en virkilega gaman að fá þig hingað í stúdíóið. Minnum alla á meistaradeildinni í kvöld, þar verða Guðjón Þórðarsson og fleiri meistarar að lýsa og gera þessu góð skil. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo ætlum við að hringja hann Höllu vinkun okkar. Já. Og Sturla staðreyndir líka, við þær inni. Allt í gangi. Búr svo mikið að gerast. Framhaldsskólamótið í Paintball 2013. Loksins er komið að því. Stærsta paintballmót ársins er hafið. Þú skráið þitt 7 manna lið hjá þínu nemendafélagi og keppið innbyrðis í þínum skóla. Sigurliðið kemst síðan áfram í úrslitakvöldið þar sem verðlaunin eru 300.000 krónur í beinhörðum peningum frá Landsbankanum og mánaðarbyrðir af Pepsi. Skráðu þig hjá nemendafélaginu þínu og vertu með í stærsta paintballmóti ársins. Verður þú paintballmeistari 2013? FM 957, Skemmtigarðurinn Grafavogi og Pepsi. Nýtt í bíó, Malavita. Think of being a witness protection. Nýjasta mynd Luc Besson og Martin Scorsese. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. Frábær glæpamynd með kolsvörtum húmor, þar sem Robert De Niro og Michelle Pfeiffer fara á kostum. Malavita. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri.
Í dag á hopkaup.is 12 súsíbitar í hádeginu á Röfn 23 í Reykjavík á aðeins 1190 krónur. Hópkaup í krafti fjöldans. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var Múla.is. Peningar á mannamáli. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. Höfum opnað nýjan og glæsilegan Players. Players, búðakór Kópavogi. Biðin loks á enda. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld. Manchester United og félagar bjóða Leverkusen í heimsókn og Messi og félagar í Barcelona mæta okkar manni Kolbeini Sigþórsinni í Ajax. Meistaramörkin verða svo á dagskrá í lok umferðar miðvikudag klukkan 20:45. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM 957. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay. Gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. In the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. Hér á stöðinni því að, já, þetta lag, Same Love og Blurred Lines upp á löginans í dag. Já, mér finnst þetta gott lag. Þetta er virkilega gott lag, það er ekki það, en þetta er svona ekki búin að vera í spilunni smá tíma. En gott lag einhvað sér, Macklemore með Same Love og fallegur boðskapur í þessu lagi líka. Já, mjög. En það er hins vegar komið núna, það er búið að vera svo mikið um að vera hérna hjá okkur. Við erum búin að fá Ungfrú Ísland, Guðjón Þórðarsson og fleiri í heimsókn. Að við höfum ekki einu komist í sturlaða staðreyndir. Stöllaða staðreyndir og það er komið að þeim núna, maður. Já, hvað er með eitthvað skemmtilegt nafn á? Hvað er kallað? Stöllaðar? Stöllaða staðreyndir, maður. Og þær eru 10 eins og alltaf. Já. Og skemmtilegar vonandi. Allavega hafði ég gaman að ég að skrifa það niður. Já. Og ert þú tilbúin, Sveppi? Já. Hlustendur til. Þá byrjum við. Ananas er mjög góður við kvefi. Sturlu staðreynd. Ananas. Og hann er sko, ég fór að lesa meir um ananas. Hann er gríðalega hollur. Ananas? Já, maður á að borða mikið ananas. Hann er að hjálpa við, já, bara öllu nánast. Já. Og, já, hér eftir alltaf ég verið duglegir að borða ananas. Hann er mjög slæmur við einu. Ekki segja á pítsum. Nei. Mér finnst það næðislega pítsu. Í seinni tíð borðaði ég með pítsu. Já, það er ótrúlega margir þegar maður er að panta pítsu, ef maður pantar ananas þá bara... Já, eins og Íris, kona mín, hún þolir ekki það við
splittum pítsu, Já. þá er ég með ananas á helmingnum. Auðvitað. Hún þolið það ekki, af því að það lekur yfir. Já, sama ég En veist. hún er alltaf með tómata. Það er út í höll. Það er skrítið. En það er ekki gott að borða ananas ef þú ert með ofnæmi fyrir ananas. Nei, og líka ekki gott að borða ananas á þess að taka utan á hann. Einmitt, það er ógeðslega erfitt að borða hann með berkinum á. Ég ætla aldrei að borða hann aftur. Svo er það næsta sem er mjög góð og ég fílaði hana og þess vegna tók ég hana með. Þetta er svona ekkert endilega sturlu staðreind en það er svolítið til í þessu. Það er mun léttar að gefa góð ráð heldur en að fara eftir þeim. Já. Það er ekki alltaf til í því. Nei, það er svona. Það er ekkert mál að segja bara, herðu. Já, þú fer ekki bara að tala við hann. Já. Það er bara að segja fyrir geðu. Svo myndir ekki, já líka bara létt að segja bara, herðu, ekki drekka, ekki reykja, ekki nota myndobak og verður góður. Já. En það er mjög klæru að fara eftir því. Já, þetta er basic. Þetta er staðurind, ekki sturluð. Nei, og það er með þess að sko, það sem fylgdi með þessu var líka alveg áhugavert að þeir sem gefa bestur ráð eiga oftast erfitt með að fara eftir þeim sjálfur. Sko. Já, ég meina, veist, þegar þá er að tala reynslu. Já, ef að íslenska landsliðið myndi gera allt sem þjálfarinn segir, þá verðum við heimsmeistar. Það er þetta hárrétt hjá þessu. Svo er það hér, sama hversu reiður þú verður, þá myndu alltaf fyrirgefa fólki sem þú elskar. Sama hversu reiður þú verður einhverjum, og sama hversu reiður þú verður, þú myndu alltaf fyrirgefa fólki sem þú elskar. Samkvæmt Sturlunar staðreyndum. Það er svolítið til í þessu. Ég er nú við ekki hana, ég var alveg orðið reiður. En maður þýr, ef það er eitthvað svona, ef þú elskar þá er ekki annað hægt. Nei. Það er bara þannig, ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það. Nei, ég er bara svona búið til aðstæður í hausnum. Já, ég held að við veitum alveg hvað það var. Svo kemur hér næsta. Gáfa fólk hefur minni áhyggjur hvað öðrum finnst sig. Gáfa fólk? Já, þannig að þú gáfaður, það er, ég gæti nú ekki meira saman hvað fólki finnst þið. Er það því að þú gáfaður? Það lítur að vera. Já. Mér er nákvæmlega saman. Mér er alltaf fyndist það mjög fallegt við hvað þeir eru drullu sama. Já, hvað fólki finnst. Já, eins og ef það er komið eitthvað upp á okkar ferli, sem er nú hvað orðin 11 árið eitthvað saman, félagarnir, þá hafðu þú alltaf sagt bara, hverjum er ekki saman? Já, hvað? Ef ég ringið í einhverju smá paniki, bara, herru, það hefur verið að tala þetta. Það hefur verið að tala íllum okkur á netinu. Hverjum er ekki saman? Það er fallegt, ég er ánægð með það. Já, Anna, þú ert gáðar en ég. Já, takk fyrir það, maður. Takk kærlega fyrir það. Svo er það hér kemur einn sem er mögnuð og hún er sturluð og þetta er pottitt staðreind. Það tók mannfólkið 200.000 ár að verða 3 miljardar. 200.000 ár að verða 3 miljardar, en eftir að við náðum 3 miljardum tók það hans 40 ár að verða 6. Já. Hversu magnaði þetta maður? Ég næ ekki utan þetta. Spáði fjölgunni sem er bara að verða maður. Það er ekki að verða mikið. Að fólki? Já. Já, nú plássur på jökli, sko. Reyndar. Við getum tekið fólk til okkar. Já, já. Það er alveg rétt. Þetta er samt magna. Já, já. Hérna kemur einn sem að ég veit að þú ert eftir að minnast í kjarta, en ég ákvað að taka hana bara fyrir þig. Já, þetta er menna. Að geta túnfisksamloku minnkar stress. Stress? Já, þú ert stressað. Ég veit ekki hvað okkur. En ef þú ert mjög stressaður, þá er vist bara gott að fá sér túnfisksamloku. Hún minnkar stress. Það getur ekki verið. Nei. Samt þetta var þarna. Er þá verið, sko, það lítur að bara jumbo-samloku, túnfisk? Já, alltaf. Eða erum við að tala túnfisk sem að inniheldur hreinan túnfisk eða ráan eða túnfisksalat? A túnfisk sandwich bara. A tuna sandwich. En rækjusamloka? Það verður ekki, þá hefur það staðið. En hefur einhvern veginn verið rosalega stressaður og fengið túnfisksamloku? Alveg pottitt. Já, og róaðistu? Nei, ég fæ mér bara túnfisksamloku, hvort sem ég stressaður eða ekki. Þú eiginlega stressast það hvort það var margar? Já, ég bara stressaður ef ég veit hún er ekki til staðar, ekki staðar í kringum mig. Já, það er svona róa hún, það getur verið það. Já. Svo er þetta, ef þú ert of feiminn til að kaupa smokka, þá ertu of ungu til að stunda kynlíf. Sturluð staðarind. Já. Svolítið til í þessu. Já. Það er samt, sko, þetta ánáttalega ekki að vera neitt feimnismál. En mér er svona persónulega verið alveg fundist pínuður skrítið ef ég er stattur til dæmis í hagköpum með eitthvað og segja, já, svo fæ ég þér 12 smokka. Já. Þá er það eiginlega bara því ég er að vinna í fjölmiðlum sem ég finnst það steikt. Annars myndum við finnast ekkert málhælti. Já. Ekki til í því, eða? Nei, ég veit ekki, ég kaup aldrei smokka, sko. Nei, ég er enda að kaupið og lítið smokka. Jæja, herru, Jésús, tölum með hvernig. Næsta er mjög gott.
svona bara sýnir hvað þetta hefur breyst með árunum. Nigger balls var nammi Nigger balls nammi sem var selt í Bandaríkjunum og Suður Afríku á 8. áratugum. Nú? Já. Hvað var það? Ekkert skrítið það nammi, það var einhverja súkkulaðikúlur. Skrítið það sé hægt. Það snill maður. Já. Súkkulaðikúlur. Nigger balls. Nigger balls? Já, nigger balls. Það bara svo blökkumanna eista. Já, þú segir það. Já, veist, balls? Já. Balls pungur. Sko, við náttúrulega, hvít fólk má ekki segja ennorðið. Nei. Mér er samt alltaf finnst það bínu steikt að þeir eru samt alltaf segjandi það sjálfur í einhverju lögum, en svo bara uppáhalds tónlistamæður minn, Jay-Z. Hann er alveg... Hann segir bara, I'm a nigga and I know it. Blue told for me, man, you nigga. En, já, við skulum ekki vera að segja þetta, því við megum það ekki. Nei, ok. En ekki það er ekki til rasism í mér. Niggari. Það er, Ekkert. Hættu þessu. Spæði, þetta er ljótt að segja þetta. Ég veit það, ég fann það líka bara, ég fekk illt í hjarta leið að segja þetta. Já, ekki það var að segja þetta. Nei, en ég er ekkert að segja þetta því að ég þól ekki blökkumenn, sko, ég elska það. Alla. Já, ég meina, já. Það er tvær eftir. Það er gaman að ræða þetta við því. Já, það er bara... Þú veist, þú smekar við að mistiga því. Nei, þetta er bara eitthvað svo viðkvæmt. Ég segi bara eins og mamma, ég hef ekkert á móti í blökkumennum, sko, bara svo lengi sem þeir haldi sig allir á sama stað. Sagði mamma eða það? Nei, nú reyndar að leggja orð í munn. Já, það er tvær eftir. 90% fólks hefur farið aftur að sofa til að komast aftur í sama drauminn. Já. Hefur lendið því að þegar dreyma eitthvað svo skemmtilegt og vaknar og þú reynir að sofna aftur til að komast... Já, ég líka. Já. Ég man með sérstaklega eftir einu núna. Nú, hvað var það? Það skiptir ekki máli. Æ, ég veist að stunda kynlíf með einhverju... Nei. Hvað er það? Dreymið of kynlíf? Nei, ekkert rosalegt. En þér? Nei, aldrei dreymt kynlíf. Vaknar á svona harðan? Já. Það er síðasta hérna og afsakið okkur, kæru hlustendur. Hérna kemur síðasta. Þetta var gaman. Klappstýrurnar í NFL og NBA fá $50 á leik. Það er öllu til tjaldar. Það er 6.000 skall íslenskar. Er það ekki rosalega lítið? Það er bara ekki neitt. Fyrir að sprikli hálfleik? Já, fyrirleik og eftirleik. 6.000 skall, þetta er 1.000 skall á tíma kannski. Það er svo smeltilega og gaman. Stemming. Já. Það er også sjálfur gaman að vera klappstýra. Já. Ef þú hefur áhuga á... Á dansi og íþrótum og svona. Er þetta ekki bara einhver háskólastelpur sem að fá tækifæri til þess og fá eitthvað svona smá í vasan og þetta er gott fyrir kaupa skólabækur eitthvað draslega? Já, svo verða líka nokkra eins og það eru nokkar Laker girls sem hafa orðið frægar og svona. Já, en hvað, ef þú ert klappstýra, er það ekki bara eitthvað sem stoppar á okkur tímpúti? Sem að stoppar? Nei, ég meina hvað, ef þú ert klappstýra, þú ert bara í dansi. Já, þetta er eins og þú sagði bara, þetta eru skólastelpur og... Þú keppir ekkert á ólympíuleikunum í klappstýru einhverju fimmi? Nei, þetta er svona, ég held að þetta sé ekki aðalstarf hjá neinum, sko. Þetta er bara eitthvað svona með skóla og eitthvað. Já, þú meinar út klappstýra og svo ertu endurskóðandi svona í hlutastarfi? Nei, ég er að segja að svo þegar þú eldist, ég meina þú sér aldrei fertuga klappstýru. Sem betur fyrir. Á hverju? Af því að fertuga, nei, tjók. Við skulum bara að fara hér í auglýsingar og svo ætlum við að hringi í Höllu vinkonu okkar. Já. Hún er æðisleg. Það er klappstýra. Lungamjúkt róstbíf og brakandi ferskt grænmeti í nýbökuðu brauði. Það er róstbífbátur og hann inniheldur aðeins 2,9 grömm af fitu. Subway, eins og þú vilt hafa. Stöð 3, Krakkastöðin og tónlist.is fyrir aðeins 2.990 krónur á mánuði. Gerðu verðsamanburð, smeltu þig inn á stöð 3.is og þú færð fyrsta mánuðin frítt með. Vantar þig eitthvað hollt og gott í matinn? Spænskur saltfiskréttur. Fiskverslunum Hafið, Hlíðasmára. Höfum einnig opna stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Það er komið að því. Jeff Dunham stígur á stokk í Laugardalshöllinni á föstudaginn. Tryggðu þér allra síðustu sætin á aukasýninguna klukkan 11. Ekki missa af stærsta grínviðburði Íslandssögunar. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Fjórfaldur, já, hann er fjórfaldur potturinn í Víkingalottóinu og stefnir í 750 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Hamborgarabúla Tómasar, Úlen Dúlendorf, Hamborgarabúla Tómasar. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, Búðakór Kópavogi.
Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðasmára. Biðin loks á enda. Riðlakeppni meistaradeildar Evrópu hefst í kvöld. Manchester United og félagar bjóða Leverkusen í heimsókn og Messi og félagar í Barcelona mæta okkar manni Kolbeini Sigþórsinni í Ajax. Meistaramörkin verða svo á dagskrá í lok umferðar miðvikudag klukkan 20:45. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, það komið tíma á símtal, Sverrir. Já, við ætlum að halda áfram að ringja hana Höllu vinkun okkar. Já, þau ringdi hana tvisvar. Þau ringdi hana, já, tvisvar sveimi þá. Já. Og nú ætlum við bara svona útskýra fyrir henni. Já, við ætlum bara að taka henni smá spjall og aðtóa hvort hún sé ekki létt á því. Já, segja bara að það séu Öddi og Sveppi. Já. Séum hérna með útasátt FM 957 og hún hafi lent í dagskráralið einu sinni hjá okkur sem hétt Stegagangurinn. Já. Og já, við hefum verið svona aðeins að fíblast. Já, og svona bara segja henni þetta hafi allt saman verið fíblaskapur og útskýra þetta fyrir henni. Já, og vona bara að sé létt í henni. Já, hún hefur alltaf verið mjög hress í þessum símtölum. Já, hún hefur það. Heldur að hún viti hverju við erum? Öddi og Sveppi? Já, heldur að það. Halló, hún býr á Íslandi. Nei, það er ekkert víst. Nei, það er ekkert að vera, sko. Jæja, ringjum alltaf í hana. Tjekkum á þessum. Halló. Halla? Já. Komdu sæl og blessuð, þú ert hér í beinni útsendingu á FM 957. Veitu, hver er það? Þetta er Öddi og Sveppi. Hæ? Öddi og Sveppi. Auðun Blöndal heiti ég. Og Sveppi Krull. Er þetta með mér? Það er. Hæ? Hvað segir það? Ég segi Auðun Blöndal heiti ég. Hvað heitir það? Auðun Blöndal. Já. Og er að vinna hérna á FM 957. Með Sveppa, vini mínum. Hæ? Sveppa? Með Sverri Þór Sverrisinni, Sveppa. Til? Hæ? Veitu, ég heyri ekki alveg hvað það segir. Ég heiti Auðun Blöndal. Ég heiti Auðun Blöndal. Já. Og með mér er hann Sveppi. Hæ? Sveppi. Sveppi? Já. Hvað eru þeir? Hæ? Já. Ekki þeir, hann. Hæ? Hann Sveppi. Þetta er Sveppi hérna sem að hefur verið með barnatíman á stöð 2. Já, á hvað veistu mér, Sveppi mig? Já, ég ætlaði bara svona rétt að heyra í þér hljóð. Ég er út í garði hjá mér. Já, Sveppi út í garði. Sveppi. Ekki að spyrja henni Höll okkar. Þetta er ekki Sveppi sem er í garðinum. En hvað veistu mér, Sveppi? Já, sko, svo er með mér hann Öddi. Hæ? Hann Öddi. Ég er hérna með honum. Við ætlum að taka það bara í smá spjallhalla. Með mig? Já. Akkur alltaf ætlast þau mig? Af því að þú lendir hérna í dagskrálið hjá okkur einu sinni sem hétt Stegagangurinn. Það var FM 97, held ég. Já, FM 97. Það verður að gera grína að mér. Þú lendir í því hjá okkur, sko. Það er svona sprellispjall. Það er ná að Sveppum hérna út í garði hjá mér, kannst að kynnstu. Halla, hættu. Ok. Hæ? Halla? Nei. Halla? Nú, hvað? Hún vildi ekki tala við okkur. Hún var alveg svínhress þarna til að byrja með. Já, hann sagðist vera með Sveppi út í garði bara og skellti svo á. Já. Það eru við þá ekki að ringja meiri hann, eða? Já, kæru hlustendur FM 957, þetta var loka símtal okkar í henn og Höllu vinkun okkar. En við ætlum að fara að útskýra fyrir núna að lendi í þessum dagskrálið eitthvað. Já, það var eins og, heyrðu, það var eins og hún vissi. Er það málið? Hún eitthvað, þarna FM 97 eitthvað. Já, ég náttúrulega opnaði þannig með að segja nú maður í beinnu FM 957. Já, hún segði náttúrulega strax þá. En já, þetta er allavega vinkun okkar og vonandi hefur hann sér best bara í dag. Já, það var gaman að heyra í henni. Já, það er nú fyrir öllu. Stundum er það betra að bíða aðeins. Liggur ekkert á í þessu lífi. Nei. En já, við höfum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim núna með Sveppi þennan þriðju daginn. Já, það er eins gott að sé eitthvað gott núna. Ég nenni ekki þessu kjafta þetta í þér. Ég veit ekki hvort að þú seti jafnskotin í þessu lagi og ég. Þetta er svona lag sem að, já, minnir mig á Pop-TV, sinni tíma. Pop-TV, maður. Já, þurfum að vinna þar. Það var mjög vinsælt þegar við vorum þar. Og ég hef alltaf fílað þessa hljómsveit. Það er eiga alveg nokkur lög og þetta er alveg ágætis lag. Ég er nú með áhyggjur af þessu núna, sko. Nú, okkur?
Ég var ekkert, ég vil bara fá Kings, skilur. Já, það er bara ekkert í boði hér. Er það bara ekkert í boði hér? Hvernig er þetta þú getur tala við mig, drengstöðli? Svo já, það er sem sagt bara lagi á leiðinni heim sem er eftir. Ég ætlar að horfa á leikina á eftir í meistaradeildinni. Nei. Nei, þú ætlar að sleppa því. Við erum að fara í bolta. Já, ég veit að það er að bögga með Lúrasson. Ég ætla samt, sko, ég næ fyrra áleik. Mér langar úr, ég á pottið eftir að vilja klára United-leikin, svo langar mig úr, ég ætla að sjá Barcelona-leikin. Já, við getum horta á þetta í kvöld. Já, reyndar, maður kíkir á þetta kemur heim. Já. En ég vil minna á að, Players í Búðakór, sem er nýkominn þangað í Kópavogi. Búðakór? Já, Players er komið hann í Kórana. Við ætlum að horfa á núna, það er The Table er komið þangað núna. Ok. Það horfum við alla United-leiki. Og Players Búðakór bjóða bjórinn á 500 kalli í kvöld. Allt er kjafti, ég slepp öllu fyrir það. Ég er á leiður upp í Búðakór, ég fæ bara búð í. Góð tilbúð hjá strákunum á Players. Já, sko, nú er Players aftur í Kópavogi. Það var nú eins og alltaf þar, sko. Hvert fór það? Svo bara hætti Players. Já. Og svo er það komið aftur núna. Já. Þannig að endilega tjekkið á því, en lagið sem er lagið á leiðinni heim þennan þriðjudaginn er með hljómsveit sem heitir Linkin Park og það er eitthvað cool við þetta lag. Hefur ekki alltaf fílað þetta? Ég hef aldrei sett þetta á en ég er ekki eitthvað brjálæður yfir þessu. En þú verður að keyra heim núna og þetta var á, þú myndir ekki skipta stöð, þú myndir frekar hækka. Já. Þú myndir hækka þetta. Ég myndi hækka þetta í bótt. Hækkið þetta. Já. Þetta var lagið á leiðinni heim, þennan þriðjudaginn. Já. Talandum á leiðinni heim, það er einmitt það sem við erum. Við Sveppi, við erum á leiðinni heim núna. Klukkan orðin, 6 mínútur í 6. Rikki G. mættur inn í stúdíu og er tilbúin að taka við okkur. Hann er að koma sér fyrir hérna. Já, hann ætlar að vera með ykkur til 9 kvöld, þannig að tjekkið á því. Svo verður við Pétur Jóhann mættir á morgun klukkan 4. Þannig að það verður einhver veislan. Sveppi, alltaf gaman að vera með þér. Já, sömuleitt einhver minn. Takk kærlega fyrir daginn og sérstaklega þið, kæru hlustendur, takk fyrir daginn. Þetta væri ekki mögulegt án ykkar. Nei. Það er bara þannig, vonandi nenni að hlusta aftur á morgun. Ég er mjög þakklátur. Endum þetta á Lana Del Rey, Summertime Sadness, sem er einmitt það sem að vara í gangi í sumar. 95 blöð á FM 957. Þú brennir 26 kaloríum á mínútu í sleik, eða frönskum koss. 26 á mínútu? Já, mest svolítið mikið. 260 tímhindum. Já. Þannig að það er bara svo brútið skokka. 100 kaloríum á 50 mínútum. Já, þú varst bara í sleik í 50 mínútur samfleytt, já. Þú elskar að fyrir sleik. Oi, þetta hljóma svo ógeðslega eitthvað. Nei, þú veist að tala um það áðan. Var ég þegi hætti að ljúga alltaf upp á hann? Ég er ekki að ljúga, ég mætti og við vorum eitthvað, við erum þáttunni það. Fyrsta sem ég sagði hefur þið bara, ég elskar að fyrir sleik. Það var ekki að fyrsta, en svo varst eitthvað, ég veit verið til að komast í komast sleik núna bara. Ég veit alltaf gaman í sleik, maður. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Spotify Premium fylgir öllum snjallbökkum frá símanum. Síminn, Spotify og þú. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í Perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM 957.